Annyeonghaseyo, Addi Innida. Í dag langar mig að kynna svona íslenskt snarl sem hægt að pakka saman sem nesti til þess að fara með eða fara á Þingvelli eða Gullfoss og Geysi, eða þá bara til þess að borða sem morgunverð eða hádegisverð. Vegna þess að matur á Íslandi yfirleitt mjög dýr og það sérstaklega dýrt að fara á veitingastaði á Íslandi. En við ætlum að byrja á að smyrja svona íslenska samloku með svona klassísku íslensku smjöri. Þetta vinsælasta smjörið á Íslandi og svo ætlum við að setja á það hangikjöt, birkireykt hangikjöt. Þetta svona þetta lambakjöt sem reykt og með mjög saltað og reykt. Og svo setjum við á það að sjálfsögðu ost, samloku ost. Og eftir það þá ætlum við að bragða á íslensku skyri. En þetta svona hefðbundið íslenskt jógúrt sem hefur verið borðað í gegnum margar aldir á Íslandi. Og eftir það þá ætlum við að gera annað sem mjög hefðbundið á Íslandi. En þá ætlum við að fá okkur harðfisk og smyrja hann með smjöri. En við ætlum bara að byrja á því fyrsta og það samlokan. Þá opnum við smjörið fyrst, byrjum á því. Smyrjum samlokuna. Ég seti yfirleitt mjög mikið smjör á samlokunum mína, það verið bara smekksatriði. Mér finnst smjör mjög gott. Smjör mjög hefðbundið í Skandinavíu og á öldum áður þá var þetta ein verðmætasta og bara vinsælasta verslunarvara manna í Skandinavíu. Og Íslendingar hafa alltaf verið mjög mikið smjörþjóð og það mun held ég aldrei linna svo lengi sem það byggð hér á landi. Og eftir þetta þá setjum við hangikjötið á. Það kannski dálítið vesen að opna þetta. Svo bara smekksatriði hvað fólk setjum mikið á. Það oft gott bara að setja 2 á hvora brauðsneið. Og Íslendingar borða þetta bara svona eintóm, en sumir vilja líka setja ost á. Ég held að það geti verið sérstaklega gott hjá útlendingum sem kannski ekki vanir hangikjötinu að hafa ost með líka. Þá það borða þetta bara svona saman, eða þá bara hægt að setja saman líka sem samloku. Og þetta bragðast bara alveg mjög vel. Svo ætlum við að fara í skyrin núna. Þetta þetta íslenskasta sem til
og þetta hefur líka verið borðað hérna í gegnum margar aldir og þetta var líka mjög vinsæl verslunarvara og mjög eftirsótt íslensk vara hérna gegnum aldirnar. En þá þetta bara einfaldlega svona. Það hægt að kaupa þetta í öllum helstu verslunum, annarkvort hreint skyr, en það fæst líka með mjög mörgum bragðtegundum eins og vanílu, súkkulaði, jarðarberjabragði, mörgum, og þannig það mjög mikið úrval af brauðum í boði. Og síðast en ekki síst, þá vorum við með harðfisk hérna. Og það er mjög íslenskt að smyrja harðfiskinn með smjöri. Þá hérna brýtur hann bara með svona saman og svo einfaldlega kannski, já. Og hérna smyrðu smjöri á, það er náttúrulega bara smekksatriði hvað þú vilt mikið smjör á þetta. Setur það bara hérna á harðfiskinn. Borðar það svona. En já, mæli með þessu, þetta er gott nesti þegar þið farið gullna hringinn eða aðra ferðir landið. Takk fyrir mig og góða ferð á Íslandi.